Jæja, Sigurður, fyrirliði IBVF. Ég tók viðtal við í fyrra eftir eitthvað tapleik þar sem að þú varst mjög ósáttur með leik liðsins og attitude. Hvað segir þú núna? Það er næstu hægt að spila það viðtal aftur. Þetta var bara fyrri hálfleikur, ekki boðlegur. Það er, við vitum það alveg að við erum kannski ekki, við vitum alveg að við erum að spila á gott lið. Við erum að spila við KR sem eru bara sjónandi heitir. En það skiptir ekki máli. Það er alveg sama hvaða lið mætir hérna. Ef við sýnum þessu svona lítinn áhuga, þá verður bara alltaf yfir okkur. Og í dag þá voru bara allt og margir sem höfðu ekki áhuga á að verjast fyrir hálfleik og við erum eiginlega bara heppnir að koma inn í hálfleik með bara 4-0 sko, því að við vorum ekki með, það var algjörlega eitt lið á vellinum. Já. Einmitt, sammálaðir. Varnarleikurinn, svo sérstaklega í fyrri hálfleik, var galopinn. Manni fannst þetta að vera svolítið auðveld mörk sem að KR-ingar skoruðu og eins sóknarleikurinn ekki upp á marga fiska. Þannig að er eitthvað jákvætt úr þessu að taka, nema kannski seinni hálfleikur fyrir 2-2? Já, þú segir það, við vorum náttúrulega bara allt of oft gripnir í því og eiginlega bara allan fyrri hálfleikinn eru með menn sem eru bara vita ekki hvar maðurinn sinni eru bara algjörlega að horfa á boltann og vita ekki hvað er að gerast í kringum sig. Uppleggið var að fara og ætla að reyna að pressa og að gera það aggressíft og svona. Og það vita það allir sem hafa reynt að pressa að leið og einn er ekki on it, þá bara að spila gott lið í gegn því. Og við vorum með miklu fleiri en einn sem voru, ég ætla ekki einu sinni að segja að þeir hafi ekki verið on it bara og sýndu þessu bara ekki eins og áhuga varnarleiknum og að taka þátt í honum, þannig að þá líta allir illa út. Sóknarleikurinn svo kannski bara afleiðing af því að við náum bara aldrei í boltann. Svo fáum við boltann og þá eru þeir bara í repress og við erum út í stöðu og finnum ekki sendingar og spörkum langt og þeir vinna návíðina því að við erum þreyttir eftir öll hlaupin og þetta var bara spírall og við bara áttum ekki breyk. Svo má alveg gefa þeim hrós sem koma inn á í hálfleik. Við komum, það er erfitt eftir svona fyrri hálfleik að koma út og ætla að bíta frá sér og mér fannst koma kraftur alveg strax frá fyrstu mínútu. Ég veit alveg að við fáum á okkur 2 mörk í upphafi seinni hálfleiks en þeir þurftu allavega, mér fannst þeir aðeins þurfa að hafa fyrir þeim, þeir gerðu það líka bara vel. En við vorum að setja á undir meiri pressu og við vorum að vinna boltana og við vorum allavega þáttakandi í leiknum þarna í byrjun seinni hálfleik. Og svo sýnum við karakter og við bítum aðeins frá okkur og náum 2 mörkum tilbaka og já, við erum allavega með í seinni hálfleik þó hann hafi kannski ekkert verið frábær en það er líka erfitt að koma út eftir þetta og nú þurfa menn bara að taka sig saman í andlitinu og aðeins. Við þurfum að horfa í spegil og reyna að átta okkur á því hvernig við komum tilbaka úr þessu en þetta var mjög vont. Þannig að það er í raun ekkert annað í stöðunni en að spyrna, þú veist, ef þetta segir ekki nú þarf að setja í næsta gír, þá veit ég ekki hvað. Klárt mál. Það er bara 3 leikir búnir á mótinu, það er nóg eftir. Þetta gekk ekki hjá okkur í dag, aldeilis ekki og nú eru 24 leikir eftir og ef við mætum og sýnum þessu áhuga og kannski eins og við komum út í seinni hálfleik þá eigum við að vinna slatta leikjum í sumar en við töpum hverjum einasta leik og við mætum eins og við mætum í fyrri hálfleik og það er alveg sama hvaða liðan er sko, þó alveg sama í hvað deild. Ef þú sýnur þessu ekki áhuga þá er valtað yfir. Fótbolti er bara þannig að Takk fyrir og áfram gakk bara. Já, takk svo mjög.